Já, við verðum að byrja þetta bara. Já. Við erum að vera live. Ég var að trú ekki bara hafi unnið í 24 tíma. Þetta var eitthvað svona dæmið, mér var alltaf langa að prófa að vinna í 24 tíma, en svo var það bara ógeð. Jó, kæri hlustandi, það er 5. lotan sem heilsar ykkur á fallegum mánudegi. Ágætis UFC síðustu helgi, ekkert UFC næstu helgi. Þannig að spenntu beltin, það er þunnur þáttur af 5. lótunni framöndan. Er þetta ekki eitthvað svona strángkeðilegt? Jú, algjörlega. Það var ekki mikið í gangi, nema menninganótt og allt annað óbarstað tengt. Það var gaman að fá kart svona morguninn. Já. Það er stemming, ég er til fleiri svona kínukart. Já, ég líka. Nema við sögðum sko í síðustu þætti eitthvað svona, já, þetta er ekki þetta er bara klukkan 10. Já. Ég var ekki bara að fatta að þetta var 10 morgunin, sko. Þannig að það var mjög fyndið, maður gæti svona tekið þetta live með morgunkaffinu, sem ég gerði ekki. Ég gerði það var stemming. Já, það. Vel gert maður. Ég var bara að vinna 24 tíma. Þannig að vesen. En já, við gerum þetta samt upp saman. Hvernig var menninganótt hjá þér? Menninganótt var bara, ég var bara heima sko. Það var ekkert menningarlegt sko. Varstu bara heima hjá menninganótt? Ég var bara þunnur heima sko. Það tók þetta út á föstudaginn sko. Ok, hvernig var föstudagurinn? Það var bara stuð sko. Já, eitthvað sem þú vilt deila? Nei, ekki svo, skandalar en ekki eitthvað sem ég vil deila að svo stuðu. Nei, ok. Við þurfum að gera eitthvað svona nýtt svona skandala-podcast. Þannig að allt sem þú segir með svona fyrir podcastið getur við svona fengið að flakka þar. Við þyrftum að hafa bara svona, þú veist, hlustandi geta borga fyrir svona meira content, sko. Eitthvað svona OnlyFans. En þá geta það fengið svona After Dark sögur okkur, sko. Þú veist, hvað skandala gerði Biggie á jamminu þessa helgina. Já, shit. Þetta er fólk myndi ekki alveg borga, smá fyrir það. Jú, og alltaf skandalasögur þegar ég fór hringinn í kring landið. Já, einmitt. Það var skandalar. Já. Ekkert kynferðislegt að sjálfsögðu, en skandalar engu síður. Runga sig í hverjum fyrir því. Samkvæmt sumum, þá keyrði ég fjórhjóla runggreini mitt á alla staði og kipti í hann. En það er engin vitni, þannig að það er ekki þetta staðfesta, en ég neita. Picture didn't happen. Já, það er reglan. Já, sem betur fyrir er ekki til einn pics. Herru, já, ég frétti mér helst kannski að MMA-fréttir liggur niðri og hefur legið niðri núna í 3-4 daga. Já, bara Íslendingar eru bara að rífa úr sér hárið þessa dagana. Einmitt, væri bara sköllóttur en ég. Já. Reyndar hef ég ekki fengið nein skilaboð, þannig að það er eins og enginn sakna okkar. Ok. Já, við settum þarna tilkynningu á Instagram og svona, þannig að fólk veit að við erum að vinna í þessu. Já, við vorum að skipta hýsingraðila og það er bara heldur vesen. Það er bara heldur vesen. Það er allt sem ekki vesen, sko. Já. Það er ekki bara að kveikja mækunum og tala og eitthvað. Nei. Það er fullt sem við þurfum að gera þarna. Nei, einmitt. Baka tjöldin. Ég var svona að skipta hýsingraðila, hélt að vera svona lógist, sko, að áskriftin einu myndi renna út og svo myndi ég bara svona láta aðra áskrift taka við. Þá var það bara bull og gamli hýsingraðilinn eitti síðunni. Og svo fengum við backup á síðunni frá 2020 og ég bara, já, geðvögt. Þetta er svona ekki það sem ég er að leita. En ég var búin að koma því fyrir þannig að við eigum backup einhvers staðar. Ég er búin að finna það nú þegar ég bara læra að setja upp og eitthvað. Þannig að þetta er nú allt í vinnslu. Já, við komum inn að back with a vengeance. Já, einmitt. Það verður gaman. Eitthvað meira skandalegt í gangi. Þetta er náttúrulega ekkert UFC næstu helgi. Þannig ég er með hugmynd að við förum og berjumst við Aron Frans í Mjölni. Geggjuð hugmynd. Er það ekki? Ég sé fyrir mér 5 lótur bardaga, 5 lótur fyrir þig. Fyrir mig? Já. Ok, já. Þig bara championship rounds bara. Já. Svo kostuðu bara svona pening fyrir mig, svona heads 1 lóta, tails 2 lótur. Ok. Sáðu? Geggja. En í ljósi þess að það er ekki döf síðan næstu helgi, þá hugsa ég sé mjög gott að við förum í Mjölni. Finnum lítinn ræfil sem heitir Aron Frans og Buffman Já, er það ekki bara sangjandi það? Já. Herru, UFC Kína Herru, vil að minnst það er ekki UFC næstu helgi en svo kemur bara svakalega helgi eftir það maður. Já, 9. september Það er UFC París sem er alltaf á góðum tíma Það er ekki 7. september? Jú, hvað sagði ég? 9. Já, nei, 7. september 7. september. Já, einmitt, 7. september Þá er byggamótið, hann í Keflavík UFC Imavov móti Baralo og Golden Ticket ég það ekki þannig að það er bakað þannig að það er svona þú veist lítið að frétta næstu helgi þá kemur þetta allt tilbaka Já, einmitt fáum eina helgi til að anda það er ekki fínt Jú, en þú veist þú farið eina helgi til að andast og móti Aroni
sem ég gegja. Ég átti fundu hérna formann heimaleikasambandsins. Þeir eru að fara að skella í eitthvað svakalegt bikarmót. Okay. Var haldið fyrst haustbikarmótið, þetta alltaf 3 dagar, 3 mót og hérna fyrst var haldið á Ljósanum til Keflavík. Þeir eru bara, þú veist, við erum 100 krónar verðlaun fyrir bardamann kvöldsins, verður hérna svona áhörndakostning. Nice. Ég held að vera 8 bardagar og bara, þú veist, ógeðslega mikil svona stemning og pepp og eitthvað. Og þetta er rétt, þú veist, þannig að það verður sko heimaleikasamótið, svo þegar það klárast að þá verður akkurat hérna Keflavík Njarðvík í fótbolta bara hinum yfir götuna. Já, okay. Og þannig að þeir eru búin að redda alls konar sponsum og nice. Svona einhverju stemningu sko. Þannig að þú veist það verða geggja að hafa svona performance bonus með það kveikir í þessum krökkum sko. Já, líka hafa þetta sko, þetta er símakostning sko. Þannig að áhörnendur fá að kjósa. Já, okay. Þannig að það er bara spurning hvaða boxa ég lappar út með 100 skall í vasanum. Þetta er svona alveg nýtt. Já. Í boxinu mínum. Þetta er geggjað. Nú opnaði ég fyrsta bjórinn. Tjók. Þannig að það er alveg nýtt. Mér varst að geggja pæling hjá honum. Þannig við þurfum eitthvað vera á tánum þegar við fáum hérna matchuppinn og svona. Já. Við gerum ekki póster á eitthvað. Já, einmitt. Hittum við fyrir þetta næsta viku. Já, einmitt. Þurfum við ekki hitta upp líka fyrir Golden Ticket og UFC og allt þetta maður. Já, shit maður, það var svo mikið heiti á landinu þau eru búin að hita upp. Sko. Global warming, hvað? Herru, þetta var mögulega versti brandari dagsins. Herru, ég var að mynda okkur í það. Yes, sir. Herru, ég ætla að sjálfsögja að minna á að þáttunni búði hérna mínigarsins heimavelli bardaíþrótta og 7. september þá erum við með salinn pantaðan fyrir hérna Golden Ticket og UFC. Þannig við fáum bara frjálst val hvernig við mixum og matchum því. Já, okay. Og svona alltaf hérna Reykjavík MMA. Góð stað til að byrja að æfa bardaíþróttir. Það er bara rfkmma.is. Ekki bara að byrja öll grunnnámskeiðin bara í næstu viku eða? Eða þessari viku, jável? Nei, næstu viku. Það er alltaf hérna fyrsta vikan cirka í hverju mánuði. Var bara að sjá svo mikið af auglýsingum á Instagram um hundar. Já, og september er mánuðurinn til að byrja að hérna æfa. Það vilja allir. Þetta er mánuðurinn sem að maður svona rífur sig upp eftir sumar vitleið svona. Alltaf mikill bjór og stöðlegi og eitthvað. Já, nákvæmlega. Þarna kemur maður sterkur tilbaka. Og bara, ég ber þessa bumbu af mér. Já, nákvæmlega. Það ætti að vera slagorðið. Herri, geðveikt. Ef að byrja bara á fyrsta bardaganum í Kína. Nei, hérna minimentinu í Kína. Já. Johnny Walker, sem var mikill underdog, komið inn í hennar fight á móti Ming Yang Xiang. Ég mun eiga bara hræðilegan dag í dag með þessi kímersku nöfn, sko. Sko, ég þurfti að horfa endursýningu á. Þegar Johnny Walker byrja bardagan og hann svona þykist ætla að snerta, þykist ætla svona touch gloves, skýtur í fellu og lendir undir. Já, hann bara svo skýtur í gardpúl. Já. Sem er einn mesta skýta sem ég bara veit um. Og ég var bara, guð minn góður. Þetta er bara svo, ok, alltaf, það stóð sér vel, skilur við, en bara, þetta er svo vandræðilegt. Ekki gera þetta. Nei. Bara, þetta er svo galið vandræðilegt. Það myndi mig smá á Tony Ferguson. Ég hugsaði bara svona, þetta er eitthvað sem Tony Ferguson myndi gera. En hérna, já, sko, það er svo ótrúlega hvað eitt svona lappaspark getur breytt miklu við. Já. Að bara, þú veist, það var ekkert að benda til að Johnny Walker væri að fara að gera einhverju glóri. Mér fannst það alveg svona, hann var leikvann á að svara fyrir sig, en þú veist, það var alls bara svona stefna í þess að sang væri að fara bara svona hægt og rólega að brjóta niður, sko. Já. En svo bara, þú veist, lappaspark beint í einhverja taug og bara, þú stendur ekki í löppina. Nei. Svo aftur og þú bara þú ert ekkert að fara að standa upp, sko. Já, einmitt. Ég er sammála með að hérna, mér fannst eins og Chang væri að fara að brjóta niður. Já. Mér fannst líka mjög svona greinilegt að svona, hvað Johnny Walker stígur oft lítið eða illa inn í powerhackunum sínum. Þú veist, Chang var alltaf einhvern veginn svona, þú veist, aðeins í burtu, en það var ekki að því að hann var svo góður að færa sig, sko. Það var að því að Johnny Walker svo lélegur að stíga inn. Þú veist, hann svona, hann klósaði ekki distansi eins og Chang gerði og var ofta takkan bara en að því að hann fokkin bara reiknum distans fokkin hleður í eitthvað góða hægri hendi hvort sem segir þú veist tvistur eða fjórir og bara virkilega bara tekur skrifð sem að Walker gerði ekki og mér fannst það þegar ég var svona horfað ég bara þú veist það er svo mikill munur á þessu þetta var svo sjámanlegt í þessum barða þetta var svona skólabóku dæmi hvað þetta er mikilvægt en svo bara flúkar hann inn í þetta veist þetta er náttúrulega bara algjörst flúk. Þetta er bara heppni, þú veist.
Ég veit það ekki. Ég vil alveg meina að þú veist, þetta sé ekkert eitthvað, þú veist, Sang var bara mjög óheppinn og hann læra af þessu sko, en ég myndi samt, þú veist, þegar við munum horfa á ferilina Sang eftir, þú veist, 5 ár, þá munum við sjá svona, já, hann var eitt flúk á móti Volker. Já, eða það samt, þú veist, Volker er besti anstæðingur sem hann er mætt, þannig að segja, og hann er með góð lappaspörk, hefur alltaf verið með góð lappaspörk, en þú veist, já, ég veit ekki, þú veist, mér finnst eiginlega skrítið að segja að Zhang ætti eitthvað gefið tilkall í sigur í þessum bardaga. Mér fannst það að vera jafnbardagi á blaði, sko. Ég hefði sett stöðluna á 50-50. Já, það? Já, ok. Persónulega, sko. En kannski bara, þú veist, ég veit ekki. Þó þú vinnur Anthony Smith og Ossie Díaz í fyrstu lótu. Johnny Walker er miklu betri bardamaður en það. Já, það er alveg rétt. Þó hann sé pínu svona Mr. Glass chin og á það til að vera svolítið kjánanlegur, sko. Bara gerir skrýtna hluti. Stundum efast ég bara dómgrindina hans Johnny Walker. Ég er enda stórlega efast dómgrindina hans. Stundum er bara svona, hann er ekki all there, sko. Nei. Sástu skandalinn þegar hann var að senda einhverjir underage stelpum skilabóð á Snapchat. Nei. Þau lágu á netið. Það er full ástæð til að efast dómgrindina hans Johnny Walker, sko. Þannig að þá var þetta eitthvað svona, ég sýni konunni þessi skilabóð, bla bla bla. Ég veit ekki hvort það var að vera fjárkúan, sko. Ég man ekki alveg af hverju þau voru að þessu. En já, það er full ástæð til að efast þessa dómgrind, sko. Það var nú góð mennlent í einhver svona, svo Gylfi. Já, hann var hakkaður. Já, ok. Nei, hann alltaf, Gylfi var með góðan PR-fulltrúa sem sagði bara ekki segja neitt. Bara ekki segja neitt og aldrei segja neitt. Þannig að það veit enginn hvað gerist. Þetta var bara mál og svo var þetta ekki mál. Var það ekki nokkurn veginn málið? Ég veit ekki, ég fylgist svo lítið með. Já, ég reyndar fylgist líka rosalega lítið með fótbolta. En samt, sko, ég fylgist rosalega vel með á Coolbet, sko. Ég tippaði á okkur fótbolta. Og núna er ég bara býð eftir að þessar 500 € dett inn. Nú, ok. Já. Það tippa á bestu deildina? Nei, ég var að tippa á ensku. Það er önnur umferðin í ensku. Liverpool núna að vinna í þessu töluðumáli 2-0 gegn Newcastle sem er komið með rauðspjald. Sem að þýðir þetta síðan nokkuð einn komið. Já, með Liverpool. Nice. Síðast leikunum stælunum, 500 €. Nice. Geggjað. Já, það er svo gott að vinna pening. Já. Ég elska að vinna pening. Gaman að þessu. En þú veist, er Johnny Walker að fara eitthvað Nei, þetta var bara flúk, sko. Hann er ekki að gera neitt. Þetta var bara flúk. Þú Sang er að fara eitthvað. Já, upp á spítala. Já, en þú veist, ég er ennþá því. Bara Sang er the real deal og hann er að fara langt og þetta var bara flúk. Af hverju segir þú að Sang sé að fara eitthvað en ekki Johnny Walker? Bara, ég sé það á honum. Bara kraftur í honum. Þú veist, ég held hann hefði klárað Johnny Walker í svona þriðju lótu ef það ekki lendi í svona. Já, ef hann hefði ekki getið svona mörg leg kicks. Þetta voru ekki mörg leg kick, þetta voru bara 2. Eða þú veist, allan 2 ég veit ekki hvort maður lendi einhverju á undan. En þú veist, hann bara hittir þarna á taugina og þú veist, Sang mun læra af þessu. En ég held að Sang sé alveg, getur alveg vel gert tilkall titlinum á næstu árum, sko. Já. Það þessi deild er ekkert það, þú veist, hún er ekkert það stekt, sko. Þú veist, það er alveg færi í þessari deild. Já. Þetta er bara Anka Laev og Pereira og svo ekki mikið meira, þú veist. Iri Prohaska og Kali Roundtree og eitthvað. Ég held að Sang, þú veist, mun halda áfram að byggja sig upp og svo mun að mæta þessum gaurum og gefa þeim öllum góðan fætt, sko. Mikið betri fætt heldur Johnny Walker er að fara að gefa þeim, sko. Já, náttúrulega Johnny Walker er náttúrulega barðist við Anka Laev í 10 gang. 1 no contest og 1 tap. Eðlilega. En ef við skoðum leg kicksinn, 13 leg kicks, móti 6, lenti sem 13, en hann er með 74% significant strike prosentu. Þannig að þú veist, hann er, þú veist, statlega séð mjög klinikal. Þú veist, hann hitti vel og, þú veist, þetta eru högg sem skipta máli, sko. Þó að maður reyna að vera lágkrulegur og þykjast alltaf touch gloves og pull-ups og flying guard, þannig þú veist, en undir 2 lótur 13 leg kicks er það ekki bara ágætlega mikið, þú veist? Jú, þetta var samt ekki svona eitthvað svona accumulative leg kicks, þú veist, hann bara svona virtist ekki finna fyrir þeim fyrir allt í hennu kemur bara eitt sem bara hittir bara akkurat á réttan stað. En það er svolítið það sem leg kicks gera, maður er svona eitthvað ái, heldur áfram, ái,
Já, en svo oft sér maður svona gradually svona aðeins taka úr og stundum eins og þetta, þú veist, hann kannski búin að hitta einhverju lappaspörkum, en það ekkert að hafa hann sjáanlega áhrif, svo kemur bara eitt lappaspark og bara þú getur ekki stigið í löpina. Já, sem var 100% staðan, af því að Shang gerir vildir, hann gerir alveg vel, að hann fyrir gólfið, Johnny Walker counterpoundar hann coverar upp og reynir að wrestla upp á við, en maður sér að hann getur ekkert staðið í fótinn, hann reynir að nota fótinn til að standa upp og dettur bara aftur niður. Alveg, það var svona, já, það var bara ekki í búði, sko. En tekur, hvað held ég, 33 högg í gólfinu, samkvæmt starts. Greið Shang. Hann kemur sterkur tilbaka, sko. Já. Bara, já, alveg svona. Já. Já, Johnny Walker lendi 41 af 45 höggum í annara lóðu. Hann bara tók yfir það. Já, þannig nú það. En að þú vilt meina að Shang bánsið tilbaka og sér going places. Já, algjörlega. Og það hafi verið flúkjö Johnny Walker. Já, Johnny Walker hafa bara verið svolítið hefinn. Já, getur verið. Hörru, talandi manna samt, sko. Það var 5 lótu co-main event. Akkur var þetta 5 lótur, ég bara skil það ekki. Ég skil það ekki. Nei. Og þetta var líka ekki það skemmtileg partæði. Nei, og þeir voru líka kvart yfir, sko, þú veist, þeir fengi ekkert ekstra borga fyrir þessar 2 auka lótur. Nei. Þetta 10 mínútur af fucking helli. Það er bara, þú veist, álægið að fara 5 lótur með 3 lótur. Já. Bara líkamlegi tollurinn sem þetta tekur. Já. Það menn sé ekki, komið fá þessi auka borga. Nei, nákvæmlega. Þegar ég að fara að vinna tvöfald, þú veist, þá fæ ég tvöfald borga. Já, nákvæmlega. Þetta geðveikt skrítið. Ég fyrir svona, ekki hafa þetta 5 lótur. Nei. Og líka bara svona ástæðan, þú veist, hver ástæðan fyrir að þessi bardagi yfir 5 lótur? Þetta ekki eitthvað svona number 1 contender eða svona, þetta svona næstu í þannig bardagi? Já, má ekki alveg segja að þetta sé svona pínu. Þetta svona pínu þannig, en þú veist, Jair Rodríguez Jair Rodríguez, Movsar Evloev, Diego Lopez, Leroy Murphy, þú veist, þetta allt gauðra sem eru undan í röðinni, finnst mér, sko. Já. Þannig að, þú veist, það eiginlega ekki hægt að kalla þetta svona number 1 contender, en mér finnst samt svona eftir á hyggja hvað þetta var mikið domination hjá Aljamain Sterling, að þá eigi hann alveg tilkall, þú veist, ég ekkert ósáttur ef að hann fengi bara skotið á móti Volkanovski, en náttúrulega, þú veist, hann tapaði náttúrulega móti Movsar Evloev. Já. Þannig að, þú veist, ætli Movsar Evloev eigi næsta skot, eða hann kickboxari, Jair Rodríguez. Jú, það var alltaf búið að lofa Jair Rodríguez. En það sem kannski leiðilt í þessu, þetta var alltaf catchweight bardagi, af því að var það Aljamain eða... Nei, Brian Ortega. Já, Ortega, hann misti vikt. Já, sko einhver 8 pund, held ég. Það er eitthvað vesen á honum, sko. Já, það er djús vesen á honum. Manstu hvernig stuðlarnir voru komin inn í bardaga? Já, Aljo var alveg big favorite, sko. Já, ok. Skiljanlega. En það sko Brian Ortega átti ekkert í hérna bardaga. Nei. Bara ekki neitt. Það var ekkert að frétta þarna. Mæti þá ekki á 4 pundum yfir. Fellur niður 1 sæti á styrkleikalistunum. En Aljamain Sterling fær í rauninu ógeðslega lítið fyrir þetta því að þetta er catchweight. Hann hækkar ekkert upp á rankings. Nei. Þannig að hann er bara að vera einhver company man og berja gæja sem er ekki eins og í deildinni, sko. Þannig að og það var líka bara svo mikið rugl, það voru komna fréttir á neti bara að bardaginn var cancelled og eitthvað. Og ég held bara að þessi bardagi var cancelled, ég var búin að afskrifa þetta og með þess að Coolbet voru búin að afskrifa þetta, sko. Þú veist, það var sko, ég held að bardaginn var tekin út og settur aftur inn, svo. Já. Og var til dæmis ekki hægt að betta á, þú veist, Method of Victory og alls konar svona, þú veist, auka bett. Þannig að, en svo allt í einu bara, þú veist, ég fattaði bara bardaginn væri on bara þegar þeir eru að labba inn. Já. Þú veist, ég held bara að væri main event time, sko. Já, ég fattaði líka bara þegar ég sá bara endinsynningar, sko. Þá var ég bara, já, ok, betur var þetta bara on. Nákvæmlega. Sem var, já, svolítið skrítið. Þannig að ég skil ekki, ég meina að þessi bardagi skiptir engum máli fyrir dildina, þetta er catchweight. Þetta er bara ekki auka borga fyrir þessar auka 2 lúður. Eins og sagðir aðan, þetta er ekki neitt contender bardagi. Þú veist, Sterling er ekki eins og rankar í þessar dild. Eða í þessar dild sem þetta hefði það vera. Þannig var svona semi svona Sterling ekki komið ranking, jú, það lítur að vera. Það? Já, nummer 7. Já, ok, sorry, I stand correct. Ég hef mistað því, ég var sko á ranking saman. Ok, já. Og Ortega, hann muni eitthvað dætt niður, hann var í 5. Já, hann hefur dætt niður. Já, þannig að maður svona spyr sig hvað þetta á að vera. Já, mér finnst það skrítið allan að þessi 5 lótur, bara engin tilgangur fyrir það. Já. Ætlaði ég eftir að uppfæra rankings?
Já, getur verið, allan að Brian Ortega ennþá fyrir ofan Altsjó, sko. Já. Þannig að myndi halda þeim, myndi skipta eftir þetta dominating performance hjá Altsjó, sko. Já, Herri, ég tek líka eftir Kamsat sigurinn gegn DDP, þá fór hann upp 10 sæti í pound for pound greatest. Jaha. Já. Já, vá. Það er eitt stærsta stökk sem ég hef séð Já. í þeim dálki. Bara upp í 4, já. Já, Já. ég hef aldrei séð svona stökk. Nei, í pound for pound rankings. Upp 10 sæti. Nei. Gekk. Það er bara verðskulda líka. Já. En ég gerir ráð fyrir að Aljamain Sterling sé að þú veist, ætli að fá titil í þessa deild. Já. Þannig að þú veist. Ég held að það sé problem í þessari deild, sko. Já, en þess að mútið Volkanovski, Já. allan eins og Volkanovski hefur verið, skilur, gegnum tíðina. Aldrei ætti ekkert í hann. Ég veit ekki alveg hvernig það mun matchast upp, sko. Nei. En nei, þú veist. Þú veist, gefið að Volk skilur buffaði Max Holloway, sem er tölvöld betri boxari heldur en Aljamain Sterling, sem að getur bara, hann er góður að svona stick the jab og svona, þú veist, og góður að glíma. Já. Hann ætti ekkert í Volk. Kannski ekki standandi, sko. Nei. En, og svo, ég meina, þú veist, hans game hlýt að vera bara eitthvað að reyna að glíma við Volk og það er ekkert gefins heldur, sko. Nei, sem að er búin að fara í gegnum 2 glímukamp fyrir Islam Makhachev. Nákvæmlega. Nei, gangið vel. Hann gæti samt alveg gefa okkur góðan fætt. Já, Hann er náttúrulega, þú veist, hann var mjög flottu champion í bantamweight og bara, þú veist, gæti alveg strítt Volkanovski, sko. Þá ég myndi alltaf setja minn pening á Volk, sko. Já, við veist eiginlega betra ef að einhver annar myndi taka beltið af Volk og svo kem ég alltaf með Sterling á eftir. Já. Þú veist hvað þessi Mosa Evlovic, Diego Lopez, Yair Rodríguez. Já, ég held að Altsjó myndi örugglega bara smóka Yair Rodríguez. Já. Bara taka niður og bara hjakkast á honum. Pondan eitthvað. Já. Og þú veist, Diego Lopez, þú veist, er ekki með nóg gott reach til þess að bóksa almennilega við hann. Já, hann getur bara svolítið stikkað að múfa á móti Diego Lopez. Einmitt, sem er einföldur fighter á leppunum, sko. Og bara getur örugglega varist líka bara fellunum hans ágætlega, sko. Já, 100%. Og jáfnvel bara tekið Lopez niður, sko. Já, nákvæmlega, og þú veist, þeir getur bara átt mjög góða og jafna glímu, sko. Já. Þannig að ég svona, eitthvað þarf að taka beltið á Volk og svo fær Sterling fætin. Já. Þannig að, herru, mér er mikið skamans, þá tapaði Valdo Cortes Acosta. Já, en þú veist, eftir þennan bardaga, ertu ekki aðeins meira bara svona, já, Valdo, you're all right. Já, sko, ég hata persónuleikann, sko, en hann er betri bardagamaður. Já. Þú veist, þú ferð ekkert 3 lótur gegn Sergej Pavlovic án þess að vera settur í það mikla hættu. Já. Og hann var líka bara, hann var til í að svinga. Já. Þú veist, hann var ekki eitthvað að fela sig. Nei. Stundum bara, þú veist, henda hann í einhverja sleggjur og bara setti sig í hættu og þú veist, það þarf fokkin pungi að fara að treyta eitthvað svona á móti gæði eins og Sergej Pavlovic, sko. Já, nákvæmlega. Valdo Cortes Acosta er algjörlega búin að vinna mig á sitt band og ég er búin að tala um þetta núna í einhverja 2-3 fæta, sko, og þú ert alltaf með eitthvað mótþróa. Já, ég ætla með mótþróa og streituröskun, sko. Já, en þetta er skemmtilegu gæi og þú veist, með við hvað heavyweight er fokkin þunn deild, að þá er Valdo Cortes Acosta bara helvíti góð viðbót við þessa deild, sko. Já. Ég fíla, hann er skemmtilegu boksari, þú veist, hann er til í að fokkin skrappa og þú veist, bara einn af þeim skemmtilegri bara í deildinni, myndi ég segja. Ég er svolítið sammála og ég ætla ekki að segja hans er skemmtilegri í deildinni. Ég mun ekki taka hann að gæði satt, sko. Þú veist, ég vil frekar hóra á þennan gaur heldur en Taitu Iwasa og einhverja Tafa eða eitthvað. Tafa er nú ágætur. En já, mér finnst það skemmtilegur. Mér finnst heavyweight þetta er ekkert alltaf skemmtileg deild, þú veist, það er einhverjir örfáir gaurar þarna sem maður er spenntur fyrir að sjá og Valdo Cortes Acosta er svona næstuð að vera einn af þeim. Já, maður tekur með fagnandi, sko. En ég svona, mér finnst það eins og hann hefur tapað, en hlutabréfin fóru samt upp. Já, út af því maður átti vona hann eru rótaður og hann bara gaf hann góðan fætt. Já, 100%. Það reyndar eitthvað svona aðeins breyst hjá, sko, Pavlovic. Hann fer the distance, hann var til Volkov, Rosenströck og núna Acosta. Þú veist, er hann að breytast sem bardagamaður? Já, hann er klálega að fara einhvern veginn varlegra í þetta, sko. Sem hann sá alveg í þessum bardaga að hann var alveg tilbúin að bara, þú veist, vinna þetta á decision í staðin fyrir að, þú veist, að elta knockoutið, þú veist, hann þurfti ekkert að rota hann og hann vissi að hann gat líka unnið hann á stigum, sko. En fyrsta lótan var svona jöfn, sko. Þannig að svona,
þú veist svona, ég hefði trúað svona eftir fyrstu lótu þá væri þetta bara svona ok, Sergei, núna rótar hann en svo bara einhvern veginn spila hann það bara og pointar hann bara út setni 2 lótuna sko. Já. En já, ég myndi segja klálega eitthvað svona framþróun í hans game að þú veist, það er kannski erfitt að finna eitthvað eitt rótök á svona smooth boxer eins og Valdes Cortés að Costa en þá það bara fara í meiri chessmatch við hann og bara taka þetta á stigum sem hann gerði. Já. Þannig bara þroskamerki og bara, já, þannig eitthvað að þróast. Sem gott. Þetta er náttúrulega sko fyrsta tapið hans að Costa síðan sko 2023. Já. Þannig að hann tapar nú ekki mikið sko. Nei, hann er náttúrulega búinn að vera að fara í kannski gegnum svona nokkuð auðvelda gaura, svona þannig séð. Já. Nema náttúrulega, þú veist, nú Sergei Spivak góður. Robles Despain, hann fraudcheckaði Robles Despain. Já, einmitt. Og það er bara Andrei Arlovski bardaginn sem ég get ekki fyrirgefið honum. Hann var leiðalög þar, ég veit ekki það. Það finnst ég þetta væri ekki persóna sem ég myndi vera hrifinn af í framtíðinni. En já, ef að það er bara svona spurning, þú veist, er hann fært títilbarata? Er hann að fara að mæta Thomas Aspinall á einhvern tímpoti? Ég ætla að tala um Acosta. Já. Ef hann bánsar back eftir þetta og vinnur einhver stór nöfn, sko, þú veist, þá er ekkert eitthvað það margir fyrir, þú veist, þegar Tom Aspinall er búinn að vinna einhverja 2-3, þú veist, í viðbót, þá bara komið á honum, þannig að það er ekkert að margir í þessari deild. Nei, en alltaf Aspinall mæti Cyril Gahn, það er staðfest, og svo er henni Alexander Volkov næstur röðinni, það er staðan nummer 2. Svo má bara henda Derek Lewis í þetta líka. En myndu ekki gefa Pavlovic? Er Pavlovic ekki búinn að vinna sér inn í rematch? Jú. Þú veist, er þetta 3. eða 4. titilskotið sem að Gahn fær? Já, já, það er rétt, er þetta 3? Ég man ekki hvað þetta er 3. Barðist hann ekki einhvern interim title áður en hann mætti Jones? Það er ekki rétt, það er rétt hér. Það var eitthvað þannig. Já. Alveg galið. Að þeir sem bara, þú veist, þeir eru svo mikið að reyna að gefa Gahn þennan titil. Já. Bara, og gengur ekki. Gahn er líka svo mikil, það er eitthvað svona, þeir sjá eitthvað svona star-dæmi í Gahn. Já. Og Gahn er náttúrulega, er hún kvikmyndarsýðan, vissum það? Já, vissi það. Það var að koma út á Netflix bara daginn. Jaha. Einhver mynd, hún heitir K.O. Það er eitthvað frönsk bíómynd og hann er bara að leika hlutverkið. Hann er bara einhver mega töff gæi þarna. Já, ok. Ég eftir að horfa á þetta, ég er búinn að setja þetta á lista minn, sko. Já, ég sé svona fyrirfram að hann sé leðurjakka og það töff. Já, ég held að. Alveg rétt hjá þér, sko. Já, alveg pottitt. Hann er geggjum bíl, leðurjakka, ekkert hár. Hann er svona franskur The Rock. Heyrðu, Cyril Gahn, hann varð interim champion á að vinna Derek Lewis og svo tók Francis Ngannou beltið á honum. Eða þú veist, hefur þá unnið hann allir þeir hafi ekki verið á saminu-beltinu eða eitthvað og Francis Ngannou hefði orðið undisputed. Já. Örgulega. En já, hann var sem sagt þá teknilega séð champion hann fyrir sigur númer Derek Lewis. Interim champion. Já. Af því að Francis Ngannou var hver var champ á þessum tíma? Var það Ngannou sem var champ? Nú mann ég bara ekki heavyweight síðan. Nei, einmitt, þetta er 2021, það er svolítið síðan, sko. Já, það er svolítið síðan. En þeir eru alltaf að reyna að gefa honum þetta heldursbelti. Hann er ekki að fara að vinna gegn Aspinall. En ég held að Pavlovic og Aspinall 2 geti alveg verið spennandi. Já. Þú veist, þetta eru bestu gæðinir í kjóla. Þannig að ég er svona, þetta kemur alltaf í ljós. Aspinall þarf bara að fá að myrða Gahn mildinni. En það er bara, ef hann er orðinn kvikmyndastjarna, þetta gerist alltaf. Þeir svona eru fætarar, verða frægir, fara að gera eitthvað annað eins og leiki í kvikmyndum og eitthvað, það bitnar á æfingarprogramminu, bitnar á fighting-karrírunum og þá byrjar það að tapa. Ég held mér þess að sko að Tom Aspinall og Cyril Gahn hefðu átt að mætast miklu fyrir eða það hefði ekki bara verið einmitt út af þessari bíómynd, sko. Ég man að Aspinall var eitthvað að kvarta undan þessu, sko. Já, betur, Gahn var búinn að vera dökkan gett lengi. Já, það er rétt. Hann bara fór að leika í einhver bíómynd og núna það komið út. Þú veist, eins og hann þarf ekki svona verða, hann þarf ekki þennan titil til þess að verða einhver stjarna í Fraklandi. Nei. Hann er báttið orðin bara, þú veist, einhver top dog, sko. Já, auðvitað, bara, þú veist, eins og Gunnar að fyrir okkur, án þess að hafa nokkuð tíma að halda einhverju belti, sko. Já, ég væri til að sjá Gunnar í kvikmyndabransanum, sko. Já, einmitt. Er ekki alltaf, þú veist, er ekki alltaf að gera einhverja bíómynd? Roadhog. Með Gunnar í þú veist, aðalhlutverki. Ég myndi ekki sjá Gunnar samt fyrir mér að leika einhvern svona fætir. Ég myndi sjá hann sem bara einhvern svona smalastrák eitthvað. Smalastrák? Já. Svona á einhverju sveitabæ og eitthvað svona íslensk sveitamynd.
Já. Starring Gunnar Nelson. Já. Ég sé fyrir mér svona, já, hann svona búist út á landi, svona Ólafsfirði eða eitthvað, og hann er eitthvað svona, mamma, pappi, ég ætla að verða fighter, og þau svona, þú getur aldrei orðið fighter, þú verður að verða sjómaður eða bóndi. Og hann svona flytur í bæinn sem svona saklaus landsbyggðardrengur, og svona lendir í borg óttans og ykkur rugli, en lætur svona draumið verða veruleika. Starring Gunnar Nelson. Ég held að þetta getur orðið. Já, ég myndi fara í bíó á þessa, sko. Eða ekki? Já, klálega. Já, ég til í það. Eða ykkur svona draugamynd. Hryllingsmynd, starring. Ég meina, já. Af því að, þú veist, ég er svona veltað fyrir mér, sko, því að það er alltaf í íslenskum kvikmyndum, alltaf svona ein svona tilgangslaus kynlífssena og eitt tippi. Þannig ég er svona veltað fyrir mér hvað maður myndi plugga því, sko, í þessari Gunnar Nelson mynd, sko. Það er hlutverkur fyrir þig, kannski? Já, meina, ég taka eina sinnu. Já. Já. Tippa sinnuna. Ég skal taka tippa sinnu. Þú getur verið svona tippa stöndabúl fyrir Gunnar. Þegar hann á að fá svona golfkilvi í tippið. Það er svona, það er fáið mér núna einu að tippa stand-up og ég bara, Já, þetta er góð pæling. Ég ætla að hringa í Baltasar. Já, nákvæmlega. Og bara, Baltasar, hættu öllu sem þú átt að gera í þessum hugmynd. Já, það er ekki ekki. Herru, Suma Deji á móti Kevin Borjas. Já. Þetta er mjög óeftirminnilegur bardagi. Já, einmitt, ég veit ekki alveg hvað að segja þennan hennar, sko. Bara gott að vera með langan faðm. Já, alltaf ekki. Já, og pointfæta. Og já, til hamingju Kína. Já. Það er bara eitthvað, þú veist, maður er svona, þetta er mjög... Kingverðnir, þeir voru svona ágætlega on þetta kvöld, eða voru þeir bara svona 50-50? Nei, þeir voru ágætlega on, sko. Já. Já, þú veist, en það er það oft, skilur við, þetta er alltaf svo mikið svona... Ég sé alltaf svona eitthvað svona propaganda í gangi og við séð, þeir eru eitthvað svona halda kvöld í Kína, mismatcha svona pínu, gefa öllum Kínverjunum svona bardaga sem þeir eiga að vinna. Einmitt. Þú veist, gera þetta líka í Frakklandi þegar Frakklandi voru bara með clean sweepað með eitt kvöldið. Já, það var líka bara með nutshot KO þar og eitthvað. Já, og þeir bara, já, þetta má í Frakklandi. Nutshot KO, geggjær. En, þú veist, Suma Deji náttúrulega bara vinnur alla lútunar, allan á, þú veist, hérna á Statsi, er bara að lenda endalaust, lendur öllu sem maður vill lenda, en hérna, ég er ekki sannfærður með hann gæja, sko. Mér finnst hann ekki vera eitthvað svona hot prospect sem er að fara eitthvað langt og gera eitthvað svona svakalega hluti. Þú veist, hann með tap gegn Matt Snell, tap gegn Tim Elliott, tap gegn Charles Johnson. Ég veit ekki, þetta er bara svona B- fætir. Já, það er kannski alveg rétt með því ára. Þetta er kannski ekki einhver sem að sé fyrir sér að fara að slást einhver titil á næstunum, sko. Nei. En samt svona bara, þú veist, solid gæi. Þetta er alveg svona nafn sem maður er búin að taka eftir. Já, hann með gott nafn. En annars, ég held að hann vanhægja hans í glímunni, sko. Já. Þú veist, það er búið að söppa hann svolítið mikið, bara alls konar. Bara hvað þú segir, triangulaður, hættin armjókaður eða armbarlaður, skilur. Hann er með allt á félagsgráni. Hann er svona, já, 5-4 í UFC. Það er svona tekur eftir nafninu og þetta er svona pottet gæði sem að verða pínu svona overblown og svona, við finnst þetta að vera svona gaur sem að sækja svona ákveðna sigra en er alveg pottet svona gæði sem að svona hlutabrifin hans fara of hátt á einhverjum tímabúndi. Hann er líka bara, er þetta ekki bara búin að vera stærsti gaurinn frá Kína og hann er bara einhvern veginn að representa svo stóra þjóð. Já, stærsti gaurinn frá Kína. Já, það ekki. Meina í kallaflokki eða bara mannst ekki eftir Zhang Weili? Nei, þú veist, gaurinn. Já, ok. En hérna, þú veist, kannski út af því, þú veist, þá fær hann eitthvað svona smá auka, svona byr undir báða vengi og hann er að representa svo marga milljónir manns svona. Já, jú. Ég hugsa að það sé alveg svona mál, sko. En hann er ekki að fara neitt, að mínum mati. Hérna, ég ætla náttúrulega að minna á að við erum náttúrulega komið aftur eftir Vestló með live þátt svona á mánudum klukkan 8 og það má alltaf senda inn spurningar bara hvað sem er. Það má spurja bara, þú veist, hvernig nærbuxuninn eru litinn en beina þeim svona klúðurum spurningum að bygga. Já, það eru gráar einhverjir forrútin. Já, ég var mjög forrútin. En það má alltaf koma og vera með í umræðinu, sko. En svo má vel að minnst að minna á að þátturinn er líka í boði Unbroken, Real Time Recovery, frjálsfljótandi amínósýrur unnar úr norskum laxi og Yngling fæðibótavörum. Það er Silja Diet náttúrulega styrabústarar og sveppablundur.
þið fáið 15% afslátt með 15 lotan 15 við checkout. Nice. Þannig að hafa það bakveira. Ég er að komast í sílagítið mitt, það búið, ég veit ekki hvað að gera sko. Nei. Þannig að komast í þetta. Þú verður bara að fara út og mala einhverja steina og eitthvað. Já, ég er að klifra upp á eitthvað fjall í Nepal og... Himalaya-fjallið og sækja þér steina til að mala niður og búið þér drullu og þurrka það í sólinni og allar þessu pakki. Gæi sem að ég fílaði samt mjög mikið á þessu kynjakvöldi var sko Excuse my Chinese Thai latte nu erachi. Já, ég misti þessu, hann, hvað rótaði hann með einhverjum olbúða? Já, á móti Kiefer Crosby, en hann sko, þetta foul play sko, að hann gefur sko Kiefer Crosby ótrúlega í líkulunni ný, beint í smettið, sem að gera svona fokkar honum upp. Já, ok. Fokkar honum upp. Og ég held sko að, dómarinn hafi bara tekið stig á honum og látið barndan halda áfram, en gæin er bara átöfið. Já, hann bara, veist, þetta er einu loða þessi barndagi. Hann bara tekur þetta hníi og nú er AG sem ég er að uppgöta bara í fyrsta skipti núna að hann bara, þú veist, endar bara tekur þetta bara gránd upp handinu sko. Setur hann í gólfið aftur og bara olbúar endalaust. Það er ekkert eðlilega slæmt sko. En ég veit ekki, mér finnst eiginlega sko ósanngjarnt að láta barndaga halda áfram með svona hníi. Þú veist, ef þið gerst svona snemma í lúðinni, snemma bara í barndanum, maður er bara Já, mér svo leiðilt við það út af því að þú veist, það er alltaf einhvern veginn að vera að taka með hvernig barndagamaðurinn bregst við þessu, þú veist, eitthvað svona, þú veist, eins og Anthony Smith lenti í þessu, hefði bara getað orðið, var það ekki bara móti John Jones eitthvað, hefði getað orðið bara champion ef hann hefði bara þóst vera átöfitt, ef hann hefði pullað Aljo, fattar þá hann orðið champion, en út af eitthvað, hann er fighter og þú veist, eitthvað, þú veist, þá var bara að halda áfram og það fer bara mjög illa. Þannig að mér er svo mikið svindl að einhvern veginn og það fara eftir fighternum og fighternum þá geta annarkvort reynt að koma með eitthvað leikrit til þess að vinna by default eða þá að hann er too tough for his own good og heldur áfram í bardaga sem ætti að vera búið að call off. Þú veist, það eiga bara að vera skýra reglur þegar svona hlutu gerist, þú veist, hvað er gert. Ekki bara eitthvað svona, höndlar þessi gæði halda áfram. Þú veist, það er bara rugl út af því að, þú veist, ef þú fætir þarna inn í búrinu þú veist, auðvitað þú veist, vilja allir halda áfram þú veist, þessi gaurar eru fucking rugglegir og þú veist, þeir eru bara með eitthvað killer instinct og bara algjörir fætirar, fattaru þeir eigi ekki að taka ákvörðun þetta, þú veist, það á bara dómari og læknir og reglur til þess að takast á við þegar eitthvað svona kemur upp ekki bara eitthvað horfa á fætirinn og bara eitthvað svona já, bara let's go, fattaru 100% en það eru einhverjar reglur ég hef búin að kynna með þetta á sínum tíma ég man ekki hvernig það voru þetta var eitthvað svona, þetta var ekki mikið búið að barnaðanum það var bara að fara í skórkartið og eitthvað en svona, ef við gerum þetta nú snemma þetta hefur ógeðslega mikið áhrif á barndag svo var líka, reglunum voru eitthvað þannig að þú veist, ef þú ert bara búin að vinna 1,5 lótu þá bara sparkar í andlitið á liggjandi manni og vinnur og það var bara, sem er galið, bara herri ég er ekki á tímakaupi bara fallið bara skórkartið það er hálf galið en ég veit ekki með Kiefer Crosby sko, hann var aðeins svo mikið að sætta sig við að leggjast á bakið reyna að jitsa en þetta var klárlega svona Kína-hæp þessi gæi núna 0-3 í UFC hann er núklega bara leiðin út já, þetta var líka, þú veist, maður sá alveg stuðlana, sko þetta var bara 1-1 á móti 10 eða eitthvað fyrir þennan barða, þetta var mesti munurinn á þeim tveim, sko það var svona ekkert hvað maður að segja það var ekki þannig glæsilegt sko það er svona nokkurn veginn allt mainkartið upptalið sko en ég er alveg spenntur að sjá nú er ekki aftur en ég er ekki alveg ég er ekki samfærður svona hvað hann getur það kemur ljós, ég meina, hann er með gott rekord en þú veist, það er náttúrulega bara eitthvað í Kína og eitthvað þannig nú fá bara næst færum vonandi einhvern alvöru gæði en ekki einhvern 0-3 gaur sem er bara með annan fótinn út sko eins og Kiefer Crosby Aron Frans var hjá okkur síðustu viku og talaði vin sinn Charles Johnson sem var að mæta Lonnie Kavanagh og þú veist, Charles Johnson var big underdog en hann bara steinrótaði Lonnie Kavanagh sem bara glimti sig með hendurna niðri og bara
og var bara kott og steinrótaður sko. Og Charles Johnson maður, ég var með Charles Johnson á parlay by KO 8,5 í stuðul svo vitlaus að setja ekki bara single bet á það. Já, ég er alltaf að segja það. Já, ég veit það. Ég er svo graður í stóru parlayin sko. Já, mér er svo bara graður í ýmislegt. Ég er búin að heyra sögur frá þeim helgina. Nei, Jú. nei, nú er það lífa. Nei, ég fæ reglulega sendan myndir að þér. Nei. Jú, og það er með eitthvað svona, herru, þekkið þú þennan gaur? Og ég ætla bara, guð minn góður, hvað gerir Biggi núna? Nú ert að ljúga. Nei, ég vildi óska þess að ég var að ljúga. Já, það er bara svo mikið á mig lagt, Biggi. Og ég segi mér núna, hver var að senda þér og hvað? Ég hef ekkert að fela hérna, bara... Vorum að tala um að gera nýjan podcast átt fyrir allt svona dirty stuff, sko. Okay. Eða OnlyFans aðgang. Þannig að, hérna, spurum við það. Við spurum við það. Ég held að það sé best fyrir þitt reputation að við spurum við það. Ok. Nei, ég er aðeins að djókir. Þetta var ekki svo slæmt. En hérna, Charles Johnson. Já, performance the net bonus. Já, bara geggjaðir. Hérna, Aron talaði að hann væri búinn að hjálpa sér gett mikið. Gefa hann óslega mikið að góðum punkturum og alveg búinn að vera bara svona going out of his way bara til að hjálpa Aroni. Þannig að þetta er góður maður, sko. Já, ég er fílan. Ég held að líka að hlutabröðuna séu svona frekar lágstemt. En hann sé mjög underrated og sé svolítið að fara undir radarinn. Já. Hérna þessi dana. En eitt sem að stakka augun mín, ég er ekki með að sjá bara það. Missile Pereira. Missile Pereira er leitt rótast. Ég veit það. Já, hann fokkaði upp þessu parlay mínum maður. Ég held að Missile Pereira væri að fara að róta Kyle Dawkins í fyrst lóti. Það var bara það sem ég sá fyrir mér, sko. Og svo sjá bara að það gerist bara í hina áttina. Já. Og performance bonus á Kyle Dawkins, sko. Ég er ekki heldur búinn að sjá þetta, sko. Nei, ok. En Þetta er gott podcast. Já, ekki podcast. Þetta er prílimskartið maður. Já, einmitt, maður getur ekki alltaf hort á alla prílimsana, sko. Nei, ekki á menningu. En þú veist, hvað er málið með Pereira? Þú veist, þessi gaur var svo fucking spennandi og hann er bara alltaf eitthvað að skýta á sig núna. Já, er hann orðinn of cocky, eða? Ég veit það ekki, þú veist, hann er búinn að tapa 3 röð, sko. Já. Hann er aldrei köttaður prematurely, skilur, hann selur ennþá og hann er vinsæll og fólk finnst gaman að sjá hann á kartinu og svona. En þú veist, ok, það er engin skömm í því að tapa mútið Anthony Hernandez. Það var á sín tíma skömm í því að tapa mútið Abbas Magomedov. Kyle Dawkins... Abbas er samt búinn að koma skemmtilega óvart undanfarið, sko. Vissulega. Kyle Dawkins, ég veit það. Kyle Dawkins er engin gæja, þú veist, maður held að, þú veist, Kyle Dawkins er bara svo, hann er bara svona meðalmennskan uppmáluð einhvern veginn, eða þú veist, bara, þú veist, er þetta einhver, ég veit ekki, þú veist, kannski er þetta einhver gaur sem aftur að koma okkur eitthvað óvart, en ég bara, ég veit ekki, nei, ég man ekki eftir að hann hafa verið eitthvað, gert neitt spes, sko. En þú veist, hann er komin aftur, þú veist, ég veit að þú talar oft um það að svona, sér það sem svona góðs viti þegar að gaurar, þú veist, þeir eru köttaðir en svo koma þar aftur. Já. Þannig að, þú veist, kannski ætla hann, þú veist, þetta var góð byrjun á nýja rönninu að þú veist, þú komið nafni sem Missile Pereira hana í bara round 1 knockout, sko. Einmitt. Þannig, ég veit ekki, kannski er hann bara búin að bæta sig bara geðveikt mikið og er bara komin til að make move, sko. Já. En ég meina, hann köttaður úr UFC 2020 eftir að tapa gegn, sko, Erik Anders sem er líka bara B-kall, sko. Einmitt. Fer í annað promotion, rakar inn sigurum þar, kemur tilbaka í UFC og rótar Missile Pereira í fyrsta lóti. Það er statement. Það er bara svaka statement. Mér finnst alltaf góðs viti þegar menn fara úr UFC, rakin ykkur sigurum, koma tilbaka. Ég elska þetta, en ég þorði ekki að tippa á þetta, sko. En ég treysti það ekki. Ég var með Pereira by KO, sko. Já, ég hef ekki lagt í það. Þetta er svona algjör svona feit bardagi fyrir mér. Það var eitt performance of the night bonus í viðbót og það fór á heimamannin nei, þetta er ekki heimamann, þetta er Kirkistani. Uran Satibaldiev. Já, þetta er óþolandi hvað er erfitt að bera fram þessu nöfn, sko. Það var líka bara hver bardaginn að fætur öðrum, bara fyrst er það Uran Satibaldiev á móti Diyar Nurgosjai og svo er það Su Young-Yu á móti Long Cho. Það var alveg svona að lesa hvert staf í hverju nafni, sko. Já, einmitt. Þú þurft nú ekki að toga augu undir hliðar með að lasta þetta. Jók. Nei, 100%. Þannig þetta var erfitt. En ég þarf að kíkja þetta, sko, í Seagull Choke. Þetta lítur að hafa verið heavyweight bardagi, það ekki? Það er enginn að í Seagull Choke að nema þú sérst ekki stungur. Já, meinar. Light heavyweight. Light heavyweight, já.
Þannig hérna, já. Það er nú hérna Viktor Gunnars bandáveit, hann er nú hann með eitt þessi gildtjók hérna, á sínu rekordi. Já, það. Já, það er eitthvað að skoða það. Já, það hefði verið á móti einhverju bjúi. Það var einhver í Golden Ticket. Það var hérna valið sem submission of the year í Golden Ticket það árið, sko. Aha. Já, hvort það var 2023. Var það sígiltjók? Já. Já, ok. Þetta er einhvers konar version af head and arm choke, eða ekki? Jú, þetta er ofta gert bara undir. Já. Þetta getur gert Já, þú getur gripið það á botninum. Já. Ég þekki það þannig, sko. En þú getur þannig að segja gert það. Bætti það að getur gert það standi og hvað sem er, sko. Ég er bara, svona þegar ég hugsa út í það, sko. Ég er ekki mikill sígiltjók maður. Nei. En, jú, þú getur, já, bara úr front headlock og eitthvað, myndi ég halda. En, hvað með það? Það er búið að staðfesta að Íslandsmeistaramótið í GÍ verður haldið án Akureyri 20. september. Kekja, og þú ert komið með áskorun? Ég er að sjálfsögðu komið með áskorun. Minn maður, Þröstur, er búinn að skora á mig. Þröstur náttúrulega vakna bara á morgnana, bara, manni. Já, hann hlýtur að vera með mynd af mér eitthvað inn í íbúðinni. Ég held giska síðan á borðinu eða hliðin á Pornhub-tabinum hans á brásundum. Eitthvað staðar er sko. En hann er 78 kíló, ég er 77 kíló. Okay. Ég get ekki farið niður í 76 kíló og keppt í GÍ. Þá var ég að fara of langt. Já, maður viktar sig í gínunum, eða ekki? Já, maður viktar sig í gínunum, sko. Er 76 kíló, er það flokkunin? Já, 76 og svo 82. Og svo er það 82? Já, 82,3 held ég. Þannig þið eru þarna undir 82? Já. Þannig að við verðum þá léttir. En sko, ég æfi GÍ svo ógeðslega lítið. Ég svona nenni svo valla. Ég skilði ógeðslega vel. Já, og líka sko, að smá svona jitters í mig, skilu. Af því að nú þarf ég að keppa í blábeltingaflokki. Já. Og blábeltingar eru bara svo ógeðslega góðir með mig, skilu. Þannig að ég á ég að nenni þess. Á ég að nenni að keyra það Akureyrar. Já, þú gerir það. Taka eitthvað GÍ-mót sem ég þoli ekki, sko, ég hata GÍ. Og mæta Þresti sem elskar gíinn sinn. Sem elskar GÍ og er bara svona, hann er bara fann að svona ego-gissa yfir mig ef hann vinnir mig aftur. Hann líka bara orðin svo sterkur, sko. Já, ég er orðin mjög sterkur líka. Já, ég er vel Þraustur eftir Níko. Já, Níko kom sterkur. Já. Herru, Níko er orðin pappi. Hann er orðin pappi í húsinu. Geðvögt. Hipp húrrei. Ég elska þegar topp menn fjölga sér. Ég vildi óska þess að ef ég var einræðisherra á Íslandi, þá vildi ég sko Níko mjólkaður á hverjum einasta degi og og hvað segir maður, bara stelpunar eru bara svona inseminataðar. Já, og það eru svona sættar bara í svona básum eftir Níko. Níko er það mikill toppmaður. Þannig ég hef svona hugmyndir lífið, sko. En ég er ríkilega ánægður að Níko sé orðinn pabbi. Já, til hamingju með það, Níko, eða þú hlusta. Já, við erum ríkilega ánægður með þig og ánægður með liftingaprógrammið sem þú setti fyrir okkur. Við verðum duglegir í ræktinni meðan hann er í bandinga fríinu sinni. Já, þannig ég er með hefði viljað að lifta á það, en ég fer að lifta á morgun. Svo fekk ég fyrst skipti á ævinni, beðinu að kenna svona einhverjum strákum jits. Það sem einhver mamma kemur eitthvað, ég held að strákurinn minn hefði mjög gott á að fara aftur í glímu og að þú getur tekið henni í eitt svona engatíma og kent honum eitthvað. Og ég bara, what an honor. Þannig að það er mjög gaman. Gerum það á morgun. Þannig já, allt á uppleið. Það sem að ég fíla mjög skemmtilegt við að eiga svona podcast er ég byrjaði bara að glíma basically þegar við byrjaðum að taka bóðsviti. Svo var maður eitthvað svona orðin blábeltingur og eitthvað svona, eða svona maður er svona rekord á svona eitthvað jits-stjörn í svona í leiðinni. Af því jits er náttúrulega besta sport í heimi, miklu betur en box. Þannig já, ég digga þetta, sko. Þannig, en ég ætla að keppa á Akureyri. Ég er búinn að ákveða. Við erum að fara 3 saman vinnufélagarnir úr Reykjavík MMA. Þannig við förum og Þröstur fær líklega sína glímu. Þannig ég þarf að fara að gera einhverju diskpósta Þröst. Og nota hann sem svona motivation. Hvað hann er gaman, hann er ekki 50. Ég er ekki að fara að tapa fyrir ykkur 50 manni. Hann er einn harður 50 maður, sko. Já. Er hann gamall sjóari, eða? Já. Af hverju gæti ekki bara verið gamall blaðberi eða eitthvað.
sem að snýri við blaðinu. En hann æfir eins og motherfucker bara alltaf og hann bara komið með dundur sixpack og bara ógeðslega flottir sko. Shit. Hann bara, hann að standa sig sko. Já. Það líka bara gaman að sjá menn, þú veist, hann var bara 120 kíló, þú veist, fyrir einhverjum árum, það var bara spikfeitur og bara með allt í rugli í lífinu bara, og þú veist, og sjá hann bara núna hvað hann bara fucking disciplined og bara gaman að horfa og gauðra svona, snúðu blani. Já, og eiga sér einhverjum drauma og ég ætla að drepa þessu drauma. Já, ok. Já, hérna Þröstur, challenge accepted. Við sjáumst á Íslandsmeistaramótinu 20. september á Akureyri. Ég var að fá áskorun. Varst þú að fá áskorun? Frá Jonna í skate. Já. A game of skate. Ég er búinn að vera svo mikið að skeita, ég er búinn að vera að skrópa á nýkvæðingarna mínar. Já, ég sé það á þér. Ég er bara að skeita. Já, þú sér ekki hvað lappirna mínar er búinn að styrkjast á hjólbrettinu, sko. Að skeita er skita. Ok. En við ætlum að taka game of skate og gera eitthvað content út við. Ok. Þannig að við erum að finna eitthvað tækifæri. Shit, hvað er töff. Hvað segir þið? Djúðlega töff. Erum við töff? Já. Skeita. Já, það er náttúrulega mest cool íþróttin, sko. Nei. Miklu meira cool en jiu-jitsu, sko. Ef þú ert 14 ára, já. Kannski. Hjólbrett er bara svo mikið list líka, sko. Já. Það er ekki bara íþrótt, þetta er svo mikið listgrein, þetta er svo mikið, Já, einmitt. Það er svona blanda af íþrótt og list. Svona skemmtilega, svona... Já, svolítið eins og jiu-jitsu. Já, að vissu leyti, sko. Já, þetta er blíðlist. Þetta er svona blanda af list, jóga, íþrótt og svona bláu klámi. Já, og svona það sem hjólabretti hefur eins og svona svipað barðaði íþróttir, þetta er ógeðslega svona unforgiving, fattar þú? Já. Þú veist, það er bara steypan, hún refsa þér. Já. Þú veist, fyrir öll tiny mistök. Einmitt. Fattar þú? Og bara, þú veist, eftir gott hjólabretti session, þú veist, maður er illt allstaðar, sko. Já, áhugavert. Herru, við ætlum að fara aðeins yfir fréttir í boði M-Fitness, íþróttaföt, lóð og jógavörur, Slóðarhöfða 15, Tryggvabraut, Akureyri. Það eru nýjar vörur í hverju mánuði, þannig ekki hika við að kíkja inn á mfitness.is. Svo er það myrkvörn gluggatjöld á Smiðjuvegi, Fjarstir snjall gluggatjöld og myrkvörntjöld sem geta lokað á alla birtu. Það er Bjarni hjá Myrkvörn sem veitir ykkur frábæra þjónustu inn á myrkvörn.is. Og svo er það ást mín og yndi í lífinu, Prepparinn Makrosbar, auðvitað til að borða holt. Prepparinn er á Suðurlandsbraut og Orkunni Vesturlandsvegi. Það er Ítalskálinn. Ég er ekki ennþá búinn að... Á ég að tyggja þetta á henni? Ég er alltaf að fá mér hérna núna sinnepsvefju. Ég dyrka það. Ha? Ég er alltaf í sinnepsvefjunu núna. Já, ég prófaði hann einu sinni. Mér var svona ekki nógu mikið. Ekki? Nei. Það eru aðrir hlutir sem eru betri á mannsum. Ég er búinn að vera svolítið sinnepsvefju og Mexíkóvefju undanfarið. Já. Fíla það, sko. Já. Ég skal fara að smaka þessa skál fyrir þig. Þú verður að gera, þú ert alltaf að lofa. Já, ég veit það, ég er búinn að lofa þess alltaf lengi, sko. Já. Svo bara mæti ég er bara, já, sinnepsvefja. Er það ekki hérna, það er svona mangóbitar á henni, það ekki? Svona eitthvað, það ekki, er ekki svona, kemur ekki sætt? Það er allan að mangóbitar í Mexíkóveginni. Já, ég man að svona, kom svona sætt svona, svona eitthvað, suðrænt. Gaman að þessu. Herru, það sem mér varst að standa upp í fréttum, er að Brian Battle og köttar úr UFC. Var hann köttaður? Já, það er líka bara búið að vera vesen á honum maður. Já. Og mér fannst það svo mikið fuck you sko hjá honum. Ég var að mitt bara fuck that guy daginn. Og það hann, sko, þú veist, hann er búinn að vera að missa alltaf weight í welterweight. Ákveður að fara núna í middleweight. Missir weight í middleweight bara hvað var á 4 pund eða eitthvað meira, þú veist, hann bara, þú veist, þú færið þig upp sko flokk sem er 15 pundum frá því sem þú áttir að vera að meika í welterweight. Og getur samt ekki náð þeirri veikt og það sem hann gerir er að fara bara að jamma og bara eitthvað vídeo á honum á einhverju dansskólu bara eitthvað gett mikið að fíla sig þú veist, þegar hann á bara að vera fucking skamma sín þú veist, ekki vera eitthvað, þú veist, þetta er mikið fuck you bara við anstæðingina svo við UFC og Dana White og alla þessa gauðra að þú veist, þú fokka þessu upp svo fer þú bara eitthvað að jamma og bara eitthvað ógeðslega gaman hjá þér og bara þú varst að missa vinnuna, sko. Já. Og það verið þess vegna sem hann var köttaður? Já, ég er með það, sko. Og ég var ekki búinn að heyra þetta að hann væri köttaður, sko, þegar ég sá þetta vídeo. Nei. Þannig að ég get bara vel trúið að Dana White hefði séð þetta bara fuck this guy. Já, bara, herru, þú ert ekki tilbúin. Nei, ég veit. Eins góður en hann er, sko, af því hann er drullu góður og gæti farið langt þessi strákur, sko. Einmitt, ógeðslega spennandi, ógeðslega segur. Allir spenntu fyrir honum. Ég elska að sjá nafnið hans á kartinu, skilurðu. Og líka bara svona, veist, hann er alveg svona karakter að kjaftur í ánum og svona, þú veist, alveg eitthvað sem væri hægt að selja, sko. En svo bara hausinn hans ekki rétt skrúðar á. Nei.
og þú veist, já, ég veit ekki, hann fær pottið einhvern annan sens ef hann á eftir að setja saman eitthvað flott rönn í einhver annar deild, þú veist, þá munum við örugglega pottið sjá hann einhvern veginn aftur, en mér finnst bara flott hjá UFC að cut hann, ef hann með svona vesen. Já, ég held það. En hann var pikkaður upp á finna BKFC. Hann er að fara í Bellator. Já. Já, ok, það getur verið skemmtilegt. Getur skemmtilegt, en samt bara svona, guður, hvað það gerir í BKFC? Þú veist, það er bara leiðin að verða topp UFC-dag. Já, af hverju myndir ekki vilja bara fara í MMA, annað MMA promotion? Já, ég bara... Því hann er fokkin efnilegur, maður er alveg hort á hann og bara damn, þessi gæi er bara, þú veist, going places, sko. Já, 100%. Svo gerir hann eitthvað svona. Nei, þetta er bara kjánulegt. Já, mér er svo skrítið hvernig þessi gauður koma svo langt en samt svona ódisciplined og eitthvað. Já. Þú veist, ég skil það ekki. Nei. Þetta er fáránlegt, sko. Bara stórfurlegt. Þetta er svona gaurar með svona raw talent sem eiga það ekki skilið. Já. Bara, þú veist, fara að gefa til með það. Svo eftir 6 ár, þá ertu bara, oh my god, ég hefði ekki orðið. Já, nákvæmlega. Maður er svona, já, ég veit ekki. Er eitthvað fleira í fréttin sem þú vilt snerta á? Já maður, það er alltaf aðalfréttin er sonur Rampage Jackson alltaf bara sko reyndi að drepa mann pro wrestler, þeir eru þarna eitthvað, þú veist, hann ætlaði að taka þátt í þessu pro wrestling, þetta er svona fjölbræðaglíma eins og WWE, eitthvað svona þannig lokal dæmi sko, og það er þarna einhver gaur sem að býr til eitthvað svona moment og kremur einhver bjórflösku á hausnum á hann, neða svona bjórdós og hann hélt að þetta væri bara annar pro wrestler og baðst fyrirgefningar alveg bara margoft en svo eiga þeir að leika eitthvað atriði þarna, hann kemur og tekur hann upp og grítur hann niður, slammar hann niður eins og pappa hans það þekkti fyrir að gera í MMA-börnum, bara svona slam steinróta gæjan og kýlir hann svo örugglega bara svona 20 sinnum af öllum bara sínum kröftum eftir hann rótast og sko gaurinn flatlænaði inn í hringnum og er bara endurlífgaður sko. Og þú veist, í stable condition en þetta verður langt þetta verður langt ferli fyrir hann koma tilbaka og svakalega heilaskaði og þetta var eiginlega bara skeri að horfa upp á það sko. Já, þetta er hræðilegt. Þetta er bara tilraun til manndráp sko. Já. Og líka bara, þú veist, þetta var allt streama live í gegnum Kick sem er svona streaming platform og þú veist, það er bara hann er að, þetta er svo premeditated hann er bara, þú veist, að tala að fara að lemja hann og bara hann ætla bla 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 og láta að rífa sig á honum og svo enda bara, þú veist, það er bara fullt af fólkinu hringa allir inn að ná honum á honum og hann bara heldur áfram að kýla hann bara eins fast á hann getur bara aftur og aftur og aftur, þetta er bara fucking viðbjóður sko. Já, þetta er rosalega, þetta er sjokkarvídeó sko. Og svo komum við eftir í dag, en maður var ekki enda bara að handtaka. Nei, nákvæmlega. Að hann bara gengur laus, bara. Fórspræðin hring, bara rótaði ground and poundaði hann í svona hálfa mínútu. Og hann dó í hringnum. Bara hvernig ekki bara handtaka? Nei, nákvæmlega. Bara hvað er að gerast? En það hlýtur bara að vera að hann verði handtekinn og hann verði dæmdur fyrir þetta endanum, sko, af því að þú veist, þetta er bara tilraun til manndráps og þú veist, þetta er bara, þú veist, það eru vídeo af þessu öllu, þetta var allt live streamað bara og það sést að þetta er premeditative og það hefur verið að streama hann með þess að meðan hann er, þú veist, að labbandi bara burtu eftir þetta og hann er bara ekki með neitt remorse og þú veist, svo kemur ljósa þessi gaur, sko, þetta er einhver veteran með PTSD sem að fór inn í þetta pro wrestling til þess að vinna úr PTSD-inu sínu og hvað, þetta er bara einhver geðveitt nice guy, þú veist, sem bara byrjaði með eitthvað svona leikrit þarna við hann af því hann, þú veist, hélt bara að þetta væri annar pro wrestler, fattari, og þeir gera bara, þeir búa til svona sjó, fattari, og hann bara, þú veist, tekur þessu sem með einhverju, þetta er fárlegt, alveg sko, þetta er bara, lock him up, ég bara, þú veist, ég sá það vídeo og ég bara svona, maður fæði bara svona illt í hjarta þegar maður horfur upp á eitthvað svona, því að bara, þú veist, þetta er bara þetta er svo ógeðslega grimt svo ógeðslega grimt þetta er sko, bara mælum ef við leið og MMA-fréttir kemst í loftið aftur þá deilum við þessu en þetta er viðbjóðslegt vídeo þetta er bara, þetta er svo skömmuslegt þetta er bara svona 20 högg í meðundurlösa mann sko, þú veist, hann er bara að reyna að drepa hann sko og var næst búin að gera það sko já, ótrúlegt, þetta er shit man, ég get ekki, þetta var bara já, þetta er rosalegt taldum svona WWE wrestling
ekki nú að koma annar vingil á þessu máli. Nei. Það var haldið fyrsta skipti á Íslandi, svona WWE wrestling isk kvöld Ok. á menninganótt, á Lemmy. Aha. En ég held að sé ykkur 2-3 gaurar sem er búin að gera svona fjöldabræðu glímu klúbb. Ok, við erum að fá því podcastið maður. Já, við þurfum svo mikið að fá því podcastið, sko. Já, geggjað. Þannig að við, en þeir eru held ég 2 og þeir, Við bara hlemmi hvernig annar með stólum bara. Já, eða þú veist, ég sá allan fyrstu viðregnina, sko, Já. með henni var þarna. Já, varstu á sæðinu? Já. Já, ok. Já, mér slá ekki liðveslu, sko. Hann Já. meikaði bara 1 barða á hann vildi fara. Þá var ég held að fara líka. Já. Þannig, en það var mjög skemmtilegt, sko. Þá mætaði bara í ykkur svona flottum búningum og með eitthvað sjó í gangi og eitthvað svona stemningu, skilur, og eitthvað að hoppa af köðurunum og gera eitthvað shit, skilur. Ok. Það var ógeðslega gaman að horfa á það. Nice. Þannig, en það er allan komið svona klúbbur Ok, á geggjað. Íslandi. Við þurfum meðal að fá þá í. Já, og skrá þig í þetta. Já, sjálfsögðu. Þetta er ekki glímum að þér. Ég glímum maður. Ég væri svo, sko, það sem ég vildi sjá, eins og félagið mér, ég hitti félagið mér og hann bara, herðu, það þyrfti svona vondan Dana. Alltaf svona vondi Dani sem kemur inn og svona Ísland hefði aldrei átt að fá sjálfstæði eða eitthvað og allir bara búúúú og svo er svona leiðilegi Danin lamin svona. Ég held að það hafi verið geðveikt. Og ég vildi óskast að það er svona alltaf svona fastu liður á menninganótt að leiðilegi Danin sé svona lamin á menninganótt. Já, ég til að. Já, það er svona mæti með danska fánan og allir hata hann gett mikið og hann er bara með stæla. Hann er með smörrubröðið sig. Já, einmitt. Annarkot það er það svona keppvíkingurinn sem kemur til Reykjavíkur og er með stæla og svo allar Reykjavíkinguna. En ég held að við getum öll saman að skegg Dananum. Já, einmitt. Þannig ég er spennt fyrir því. Ég skal alveg taka þátt í þessu. Já. Ég er bara schedulum með svolítið þétt, sko, því ég byrja að dansa aftur. Já, ok. Dum, tjík, tjík, dum. Þannig leið og ég róa sem mér, þá fer ég kannski í fjöldabræði glímunum líka. Já, geggjað. Sem svona Vistu það? danski fáutin. Já, ok. Djúlega til í það. Já. Þú veist, ef maður kann jits, þá kann maður fjöldabræði glímunum líka. Já. Það er bara eitthvað, verið í góða formi og hoppa og skoppa og eitthvað. Já. Og trilla krátið, sko. Einmitt. Shit, í flottum búning. Ég elska flotta búninga. Já. En, Ég held að þú eftir að finna þig þessu, sko. já, ég held það líka. En það var náttúrulega Reykjavík-maraþoni var helgina Já. og okkar maður, Aron Leó, hann var út að hlaupa. Já. Já, ég held að býja eftir að við verðum með svona góðgerðarhlaup 15. London. Já, við hefum alltaf átt að gera Við þetta. hefum átt að gera það, sko, við gleymum því alltaf. Já. Gleymið, ég fór að stæðin sveitan eldin. Já, þú getur hlaupið 10 kílómetra. Ég hef aldrei hlaupið 10 km. Ekki. Nei, Ég veit sko að þau verðum með stúdíó hérna í Lámúlunum. Það er búningalega í það hliðina á. Ég var geð mikið að spá í sko hvort maður getur leikt sér búning í eina helgi og hlupið í honum. Þú veist, ég held að þú getur farið í svona skemmtiskokk í 3 kílómetra eða eitthvað. Já. Þannig ég er svo mikið að fara að leiða með búning og hlaupa sko. En ég ætla að hlaupa í næsta maraþoni. Ok. Já, það væri stemming að gera bara svona MMA fréttir hlaupa fyrstyrtar, einhvers skemmtlu. Já. Mitt, fyrir eitthvað krabbameinssamdag eða eitthvað. Ég er mjög hrifin að félag okkar Gummi Emil, Já, góðu vinnur okkar frá ferðinni til London. mitt. Hann hljóp marathon berfættur. Já. Það er grjót hart, sko. Það er rosalega hart. Af hverju? Bara, þú veist, hann er svo mikið David Goggins type gæi, sko. Þú veist, þetta er bara eitthvað út af það fucking sökkar, örugglega. Já. Þú veist, hann er bara að testa sig og mér finnst það geggjað, sko. Já, ég var með þetta velta fyrir mig. Er hann David Goggins eða er hann svona Liver King að gera flottar æfingar? Hann er góð blanda af David Goggins og Liver King, sko. Okay. Já. Ég er með þess að hétt á hann, sko. Setti 2 skall á Gumma Emil, sko. Já. Mér finnst það grjót hart í honum, sko. Já, geggjaður. Já, það er gott múf. Ég hef gaman af Gumma Emil. Já, Ég væri líka alveg til í þetta vaxtalag, sko. Já, einmitt. Ég myndi ekki hata að vera jafn þrekinn á Gummi Emil, sko. Einmitt. Það er leiðið til þess. Það eru leiðir til þess. Til dæmis að skokka Asian Abir á hann. Já, Það er ein leið. og á tánum. Og Hann tánum. gerir allt tánum, sko. Grjót fucking hart, sko. Já. Hvað, þessi tók hann heilt marathon eða? Já. Bara á tánum, sko. Já. Að þannig að við þessu bara... Sko, ég megi ekki eins og labba út í garð á tánum, sko. Ég er bara Nei. stíga stein og... Já, Já, nákvæmlega, ég er svo mikið þarna. Maður svona lappar hægt í einhverju svona núvitundaræfingu, eitthvað svona fyndu fyrir steinunum og maður bara ái, já, ái. En þú og Gummi Emil ætlaðu alltaf að taka glímu, eða ekki? Jú, hann slapp mér skrekkinn. Já. Hann litli pungurinn. Vá. Og ég segja svolítið. Já, Ég var að tippa ok. á Liverpool-leikinn Já, var þetta að lenda? á Aralenda, en það var sko 2-0 fyrir Liverpool og rautt á Newcastle. Newcastle jafnaði Nei. 2-2 og það var 11 mínútur uppbótartíma og Liverpool skorar aftur á
10 mínútum yfir í uppbót. Ok, þannig 80 skall á þig Já. eða hvað hannig, 75 já, nice Give me my money, það Coolbet. er gott sko Já, Coolbet hefði aldrei átt að leiða mér opna reikning. Nei. Herri, þetta er búið að vera einn skemmtilegur en þunnur þáttur af þundirúðinni. Ég er með skemmtilega frétt Já. það er að fara að koma út bíómynd Prins Nassim Nei. já. Ok, það er mjög skemmtilegt frétt. það var verið að gefa út það var verið að gefa út bara trailer fyrir þetta sko Já. og þetta er directed by Sylvester Stallone Ok, það er ógeðslega hart. já, Það legur yfir með testosterónið. já, og ég held með þess að Pierce Brosnan leikið þjálfarinn hans eða eitthvað Silfur refurinn. þetta, já, getur verið skemmtilegt sko Já. Þannig að ég býð spenntur eftir þessu ég er líka með eina frétt viðbót áður en við kveðjum. Vinur þinn Craig Jones Já. hann var með eitthvað seminar og það var einhver gaur sem skoraði á hann í glímu og hann fucking fótbraut hann Nei. Craig Jones fótbraut hinn gaurinn sko. Jaha. já, bara hílúkaði hann og bara puff Shit. Það er mjög ógreg Jones-legt. Það er maður haldið í ykkur svona seminari, það er bara með ykkur nemendur og... það var bara eitthvað gaur sem challenge hann og hann bara ok, fór svo bara hílúkinn og braut hann fótinn Shit. Greg Jones er náttúrulega ekkert eðlilega góður í glímu. Hann er með lausnur á öllu, þú getur ekki haldið á hann, skilju. Hann er bara... já, maður vil séð hann glíma, maður er bara, ég skil ekki neitt. En það er ekki lega. Eitt af lókum, Já. hver er besti bondin? James Bondin. Sean Connery eða Pierce Brosnan mann alltaf ólst upp með Pierce Brosnan sko. þannig Já. að svona, þú veist, þegar einhver segir James Bond þá Já. bara ímyndaði mér Pierce Brosnan, það er Pierce Brosnan GoldenEye, Já. það er toppurinn af James Bond Já. og náttúrulega GoldenEye á Super Nintendo, nei á Nintendo 64 Já. legendary leikur sko Legend. þannig að það, en samt svona eftir að higgja og horta á alla myndirnar þá svona Sean Connery var líka svo nettur sko. Já. Hann er alltaf svo way back, sko. Já. Ég þarf að horfa á okkur að Sean Connery. Annars finnst mér Daniel Craig góður líka, sko. En... Daniel Craig? Já. Sko En mér Pierce finnst Brosnan. bara að James Bond er ekki ljósar. Þetta er ekki James Bond, hann er dökkarður. Ok, takk fyrir að taka við með versta brandara dagsins. Ég held að ég væri búin að eiga þennan skömmustu titil, en svo kemur þú sterkur inn. Nei, en ég er eiginlega saman, mér finnst hann þurfa að vera dökkur. Já. Þannig að ég er svona, og ég er líka ógeðslega fastur í því að mér finnst hann þurfa að vera hvítur. Já, býtu, og var einhvern þegar maður talaði um að Idris Elba, heitir hann? Já, Idris Elba, Já. eða einhver annar dökkur leikari myndi taka við. Puff, það er ekki, Það er ekki hægt. þetta er ekki James Black. James Brown. Þetta er ekki Shaquille Bond. Nei, ég er sammála, sko. Og einhverju vildu hafa hérna, og svo komið náttúrulega Stavros fólkið sem að vildi fá trans. Ég veit, það var Transbond bara. Já, transbond. Og þá held ég að þú hefði tekið þetta vörumerki og gjössamlega lóa því, sko. Það hefði verið eitt mesta flopp allra tíma, sko. Það er bara... það hefði ekki gengið, sko. En hvað með það? Herru, ég var að slá bóttin í það. Herru, já, ég held það. Gerum það. Við sjáumst aftur hérna að vikulinni á mánudegi með uppbytun fyrir mjög stóra helgi og eitthvað skemmtilega sögur frá vondi mjölnisferðin okkar ef við förum á laugardaginn og challengeum hérna okkar mann Arnold Frans. Herru, svo er náttúrulega hérna sko Dana White Contender Series var að byrja. Já, og það er hérna Louis Lee Scott vinnur okkar frá Doncaster. Já, veist, hann er frá Manchester, hann hefur verið að berjast að Keith Silverson. Hann var með eitthvað nokkuð þarna og bara, ég veit ekki hvort hann fengið samning eða ekki. Jú, hann fekk samning. Hann fekk samning, já. Þannig að þú veist, það er bara alltaf að gerast og það er svo gaman koma að kynnist mikið af nýjum skemmtilegum fæturum gegnum þetta Dana White Contender Series. Þetta er á þriðjudögum, brýtur upp vikuna með skemmtilegum barndöfum og þú veist, þetta er basically bara það sem ég elska við Contender Series. Þetta er ekki eitthvað svona raunveruleika TV eins og Ultimate Fighter, þetta er bara fight card og bara geggjaði fights og helmingurinn þessu gaurum eftir endi í UFC, þannig að þetta er bara svona geggjuleið til að bara svona get in on the ground level bara á ferlinum hjá öllum þessum nýju gaurum og hérna, þetta er drullu skemmtilegt. Ég fylgdist mjög vel með síðustu seríu sko. Núna, þú veist, þegar maður veit að þetta er komið í gang þá er maður dett svolítið inn í þetta. Já, var ekki eitthvað tölfræði að bara meir en helmingurinn af í UFC-róstöldnum kemur í gegnum Dana White Contender Series? Jú, örugglega sko, bara það er mjög algengt. Þannig að þetta er
Já, þetta er svona fyrsta snerting við UFC. Maður heyra líka, þú veist, maður hefur talað við hérna Aron Leo og Aron Frans og alla svona, þú veist, Íslendingarna sem að, þú veist, að taka svona, að byrja prófferilin sinn, sko. Það er allir einhvern veginn með auga á þessu. Það langar öllum að reyna að komast að þarna, sko. Já, bara ef þú vilt að Dana White taki eftir þér, það verður þarna. En það er líka ákveð svona testament fyrir þessi kvöld sem að stóðinir að fara á, eins og Kate Steele og Golden Ticket. Það eru einstaklingar að fara af þessum kvöldum sem eru búin að hérna, enda í UFC eins og Lightning Scott og hérna Melissa Mullins sem að fara að stunda þessi sjó og rata svo nokkrum mánum setna inn í UFC. Ég meina, Louis Lee Scott var bara að headlina Kate Steele Kurt fyrir 2 árum og veist, það er það sem Aron Leo er að gera núna þú veist, þetta er bara góð stöðpallur sko. Íslendingarnir er á góðum stöðum sko. 100%. Það er gaman að þessu. Herru, ég ætla að slá botnin í þetta. Ég þakka sjálfsögðu öllum fyrir að hlusta og vera með og live á YouTube og svona. Allir þessi 9. Nice. Við þökkum ykkur fyrir samverðina. Það er líka 9 manns bara graðir í nýtt efni, bara missi ekki af. Það er gaman að þessu. Herru, takk að þess að hlusta og við sjáumst eftir viku með drekk hlaðin þátt. Þó að þessi hafi verið kannski í þinnur í kantinum. Þannig kannski mynd svolítið á Bigga á laugardaginn. Já, vel sett sko. Það ekki? Herru,